5, 4, 3, 2, 1. Já, góða kvöldið kæru gestir og velkomin aftur í aðra umferð á Almennabikarnum í efri deild. Í kvöld fáum við að horfa á Hreðjar á móti Bölvun sem eru Hreðjar sem unnu neðri deildina í season 1 og Bölvun sem héldu sínum stað og ætti þetta bara að vera nokkuð fínn leikur held ég. Ætti kannski vera svolítið erfitt fyrir Hreðjarnar sem eru nýkomin upp í efri deildina en við skulum sjá til hvort þið geti ekki gefið þeim smá slagsmál sem eftir í Bölvun. Og kasturarnir ykkar í kvöld verður ég, Þorsteinn Jón Thorlacius a.k.a. Steinurus og engin annar en Hreiðar Páll Ársælsson, einnig þekktur sem Hreyrim. Ég að búast við alveg svakalum leik frá Hreðjum. Þeir eru búin að bæta sig alveg svakalega mikið frá því að þeir komist upp í efri deildina. Og ég býst við að þeir muni gefa Bölvun run for their money, sko. Algjörlega. Og eins og í gær þá fyrsta mappi Nepal sem control-týpa mappi og það þá bæði liðin að keppast 1 punkt sem að verða safna upp í 100% og verða að ná 2 punktum sem sagt í sikkurum möppunum eða undir möppunum. En já, þá erum við bara að tjekka hvort að liðin séu klár og við erum bara að fara að hoppa í fyrsta mappið, Nepal. í Bölvun eru 2 nýir spilarar. Það Mr. Gaur og Kelly, en þeir eru báðir mjög góðir í sínum roles. Og einnig skulum við hafa gott auga með Rani þar sem að hann alveg eitthvað annað góður Widow player og bara hitscan player yfir höfuð. Ja, hann með rosalega gott aim og búinn að vera að æfa sig rosalega mikið og alveg að keppa í top 500 leikjum ef ég man rétt. Hann allavega í Masters ranki, Grandmaster ranki. En í liði Bölvunar Mr. Gaur á Reinhardt, Kelly á Sarju, Krembaka á Kree. Það komið pása. En Rani á Genji, Fenrir á Önunni og Kivibird á Lucio. Já, það einn sem þarf að restarta leiknum, það var einhver smá tæknilegur örðuleikar en við bíðum bara rólega eftir því og við getum svo sem kannski hoppa yfir Hreðjarnar og í tanklínunni þá Darmandur og Pardus Darmandur á Winston og Pardus á Diva, Sindri á Doomfist, Kaiui á Junkrat, Signature á Lucio og Diellon á Ana. Það fara bara svona dive-comp sýnist mér. Sem að kemur mér alveg pínu á óvart þar sem þeir hafa verið að spila mjög mikið af Rein Sarju röskampi.
En síðan eftir þennan leik þá verður nóg að gera þetta. Við erum að sýna annan leik klukkan 10 á streami hjá Kosmalinn eða Vigfúsi og verður það, maður sjá, það voru Selir á móti Höfðingjum. Þannig það er alveg nóg til þess að horfa á í kvöld. Já, og svo er þarna Höfðingjar líka að fara að stríma í kvöld. Hann er í gangi núna og það eru þá Höfðingjar á móti hverjum voru aftur. En það er allavega, já, það Já, Böðlar á móti Tröllunum. Böðlar á móti Tröllunum. Það er í gangi akkurat núna og þannig að hann Fútark er að stríma því. En sjáum hérna, fyrsta randi er byrjað og liðin eru farin af stað. Bölvun færa sig í gegnum hægra herbergið og ætla í rauninni að komast aftan að þeim, en þar sem að hreðjar eru á dive-kampi eru þeir aðeins of mobile og í rauninni gera það sama við Bölvun. Sérna við liðin að byrja að brawla og Djallon fellur fyrir Mr. Gaur, þannig að hreðjarnar eru niður eina mannsku, 2 núna, Darmandur fellur, en Sindri tekur 2, tekur Kremböku og Rani. En Bölvun nær 2 samt sem áður og ná að stabilisa á punkti. Og vinna þá fyrstu prósentarnir og byrja að telja upp fyrir Bölvun. Samt áhugavert að sjá Einar á Genji en ekki Ash eða einhverjum Hiskan-kartinni sem er Kree eitthvað álíka. Já, Krembaka er Sjáum hérna, Sjart er frá Mr. Gaur, nær 2. En Kívíbörd fellur fyrir Kæju og Fennir eru gríðarlega lár. Hann þarf að passa sig mjög mikið. Spammið frá hreðjum er mjög mikið, þannig að það að halda í þessu litla tjóki hefur kannski ekki verið besta ákvörðunin fyrir Bölvun. Krembaka þarf að vera fljótur að koma sér út sem hann sé ekki staggraður. Það var Einar Ranei sem tekur út hérna út í Ellon í baklífni. Frekar dýrkeypt fyrir hreðjarnar. Og Bölvun eru fljótir að nýta sér það og rusha inn. Taka hana út Darmandur, Signatur og Sindra. Partur svellur stutt eftir það og þurfa þá að resetta og Bölvun tekur punktinn tilbaka. Gífulega vel spilað hjá Bölvun. Sjá þarna opportunity þegar að Derleon deyr og fara bara beint inn. Og þeir eru örugglega En þeir eru komið Nano og Blade í Bölvuna. Spurning hvort við sjáum hérna Nano Blade eftir smástund. Þarna kemur það. Bara félags við Björni, tekur 2 strax. Darmandur fær Nano í staðinn og Rani er bara að hreinsa upp hreðjarnar. Rani með 5k. Það er svakalegt. Og eini sem dó hjá Bölvun var Fennir, en hann er nú á leiðinni tilbaka. Við sjáum Bölvun bakka svolítið svo að þeir verða ekki caught off með lítið healing. Sjáum hérna Riptide frá Kæju. Kemur í bakið á þeim. Og það er Blade frá Sindra. Stórt tægir hjá Kaiui. 3 manna tægir. Og það er bara Ranei og Kívíbörd sem eru eftir. En Rani nær Derleon aftur. Kívíbörd með fínt stól. Kemur Bölvun upp í 99%. Bölvun það búinn að resetta og er að fara að drífa sig inn í hreðjarnar. Fá minna beat frá Kívíbörd og slam frá Mr. Gaur. Og graf í leiðinni. Stórt neitt sem að kemur frá Derleon og ná 2 pikkum á það, en samt sem áður voru Bölvun búin að ná of mörgum pikks til þess að byrja með. Og það komin yfir í overtime. Við sjáum hérna parturskiptur í Baltasar að snerta en er ekki ná fljótur og Bölvun tekur fyrsta punkt.
flott búb sem kemur frá Kivibird sem að stoppar Partus. Score 0-1. Mér fannst bæði liðið spila gífurlega vel þarna þó að Bölvun hafi þó verið með yfirhöndina svolítið mikið af tímanum. Þetta er rosalega erfitt fyrir hreðjar þar sem að Bölvun er með rosalega mikla reynslu í rauninni að keppa við þessi efri deilda lið og það er kannski það sem gefið smá mun yfir hreðjarnar en hreðjarnar eru samt að standa sig alveg gríðarlega vel á móti og er alveg ná að tímsvæpa þau út svona öðru hvori. Já, en það virðist vera sem þau eiga svolítið erfitt með að stabilisa á punkti sem er svo gífurlega mikilvægt á svona control maps. En sjáum hérna að Sindri skiptir yfir í Soldier og Rani er komin yfir á Tracer. Brolið er á punkti en Mr. Gaur nær signature. Charger Darkmander, Kelly fellur Diellon og þá er það rauninni bara þá er það bara clean up í rauninni fyrir Bölvun. Kelly bakkar í trappið en það gerir ekki neitt. Skemmtileg staðsetning hjá Rani þarna fyrir ofan hliðið. Sjöfnir hefði búin að stakka sig aftur upp en Rani er fljótur að taka Sindra. Rani í bakinn á þeim. Flott nano sem kemur frá Fenrir á Mr. Gaur og náðir bara öllum í hreðjum fyrir utan Kaioi. Þessi staðsetning hjá Rani er mjög skemmtileg þar sem að hreðjar lappa bara framhjá og hann bara lætur sig falla ofan á unna þeirra. Og sjáum hérna hreðjar gera eina aðra athygli og sjáum Graf, Ristor Graf hjá Kelly nær 5 manns. Og Rani með 2 í pulsbomb. Gífurlega vel spila hjá Bölvun, teamkillið kemur inn. Bölvun eru með svolítið mikla yfirhönd eins og hreðjar eiga svolítið erfitt með að koma sér inn og eiga núna eftir 1 teamfight til þess að reyna að ná punktnum. Fáum hérna Riptire frá Kaioi og þetta frá Kremköku. Tyrant nær Fenrir. Risastór shattir hjá Mr. Gaur. Gífurlega jafnt, bæði lið búin að missa 3. Signature nota Beatles að reyna að halda liðinu sinni á lífi aðeins lengur. Þau eru 3 eftir, Diellon, Kaioi og Signature. Rani með gott bomb á Diellon. Darkmander kemur inn á ball, ætla að ná að snerta. Hann er ekki að snerta, púpar af Kivibird og Bölvun vinnur þá fyrsta map, 1-0 fyrir Bölvun. Þessi 2 boobs frá Kivibird undir lok bæði ránda voru gríðarlega mikilvæg þar sem að þau stöðvuðu Darkmander og Partus. Fáum sjá hérna play the game hjá Einari, eða Rani. Hrikalega stórt blade. Skemmtilega staðsetningarnar sem hann hefur verið að taka sér núna í báðum maps og ofan á hurðakörmum og hillum út um allt map. Það er rosalega erfitt fyrir hreðjar að sjá þetta, þar sem þau sjá hann ekki. Nákvæmlega, þau lappa bara inn og lappa fram hjá honum og hann lætur sig bara detta á baklínuna þeirra. Þá fá hreðjar að velja map. Og Bölvun þurfa að velja hvort þeir vilja byrja á því að gera árás eða verjast. Og hreðjarnar velja væntanlega King's Row, eða Scrim's Row. Og Bölvun tekur attack. Hreðjarnar ætla að söppa inn Spider-Pig í staðinn fyrir Diellon. Það verður gaman að sjá hvernig þeir ætla að spila þessu þar sem að... Og það kemur annað sub frá Bölvun.
Fusion fer inn fyrir Kivibird. Liðin að gera sér klár í lobbyinu, að skipta út leikmönnum og setja upp hvor verður að taka og hver verður að defend. Þá spyrum maður sig hvort að Hreiðjar fari aftur á Rein Sarju kompið þar sem að það er oft mjög vinsælt í Scrims Row eða Kings Row. En ég hugsa að Bölvin muni einnig taka Rein Sarju Rush komp. Nú rosalega líklegt að við munum fá að sjá Ranei á Widowmaker. Ég Og býð klikka nokkra hausa. spenntur. Rani hefur verið að hræða marga íslenska playera með Widow spilinu sínu. Now entering King's Row. Þannig að það verður gaman að sjá hvort að hann nái að hræða Hreiðjar svolítið. Liðin eru að klára að gera sér tilbúin. En já, ef ykkur að forvitnast þá eru Böðlar og Tröll leikurinn live líka á Twitch streaminu Krissa og kastarinn þar eru Natti og Eyjó. Smá svona atgera stream, maður segja. En skulum sjá hérna uppsetningarna hjá liðunum og byrjum bara hjá Hreiðjum. Á tank Darmandir, Reinhardt, Pardus Sarja. Já, fyrir DPS þá erum við Sindra og Soldier, Kaiu og Junkrat og support það Signature á Bastion og Spiderpick á Mercy. Signature á Baptiste en ekki Bastion. Já, Baptiste, afsakið. En í liði Bölvunar Mr. Gaur á Reinhardt, Kelly á Sarju, Krembaka á Hanzo, Rani ennþá á Genjiinum, Fenrir á Önu og Fusion á Lucio. Skrítið hann ákveði ekki að draga út Widowmakerina. Hún rosalega sterk á fyrsta punkt í Kings Row akkurat. Algjörlega. En þá það spurning hvort þetta sé eitthvað svona mind game þar sem að Hreiðjar ættu að vita að Rani sé gífurlega sterkur á Widowmaker. Krembaka með pikkið á Darmandir en Kaiu nær Rani. Spiderpick nær restinu á Darmandir og þetta þá 5 á móti 4 og Bölvin þarf að bakka út þar sem þið geta bara hreinlegast ekki ítt neitt meira áfram. Hreiðjar með mjög góða vörn á móti Bölvin. Sindri einnig kominn yfir á Genjiin. Nanoboost á Einar ætlar að reyna að builda upp í Blade. Grilla stórt sjattur hjá Mr. Gaur, nær hérna 3. Darmandir og Signature fella báðir fyrir Kelly. Kaiu tekur út Fusion en þau eru ekki lengi að svara með Pardus og Sindra. Kelly með 4K í þessu fæti. Gífurlega vel spilað hjá þessum einstaklingum. Og Bölvin tekur fyrsta punkti, hefur þá 5 mínútur til þess að koma sér út á næsta punkt. Það er rosalega mikil tími, þannig að það ekki alltaf mikið stress hjá þeim. Sjáum við hérna Rittær frá Kaiu, spurning hvort hann náði nokkrum. En Darmandir fallinn og Sindri einnig. Nær hérna Fusion. Það var kannski svolítið lengi að koma sér inn til þeirra. Pardus samt að taka hérna út 3 hjá Bölvin. 4, þannig á einum í viðbót. Vel spilað hjá Hreiðjum. Þetta tægir tók allt það pláss sem að þið þurftu að nota til þess að komast inn. Sem hann að grafja báðum liðum. Og Nanoblade hjá Bölvin. Hreiðjar hafa enga support, svo ætti því Bölvin að ná þessu. En Sindri nær 2 með sínu bleiti. Pardus tekur út Einar.
Það er Rani. Fusion líka. Það eru ennþá 2 spilarar eftir hjá hreðjum, einnig sem það eru 2 spilarar eftir hjá Bölvun. En Bölvun eru með respawn advantage og ef að þeir fara inn núna að þá gætu þeir náð late stackers. En Krembaka skiptir yfir á Tracer en Rani fer yfir á Junkrat. Krembaka komin í bakið á hreðjum. Fengum hérna shatter frá báðum liðum. Krembaka nær Partus en Spiderbug náði ressinu á Kayui. Áhugavert healing aðna support composition sem að hreðir eru að taka. Það er að taka þarna San Francisco Shock strattið Mercy Zenyatta sem er lágt healing en rosalega mikið damage. Sumir myndu segja að það væri ekki nógu mikið healing fyrir svona aggressívan Reinhardt. Já, það getur verið svolítið erfitt. Þeir eru að spila mjög safe eða ætlar að vera að nota þetta support composition. En Kayui nær Rani þarna uppi í vinstra highgroundinu. En hérna kemur Riptire sem að nær Kremböku. Ég ætla bara að stoppa hann strax áður hann að næra staðsetja sig eitthvað og bara teka hann út. En Sindri verður svolítið... Já, menna, risastórt graf frá Kelly en Signature fljótur að svara og notar Transcendence. En það er ekki nóg. Gífulega flott anti-nate sem að kemur frá Fenrir og náðir því að taka öll killin sem þeir þurfa. Þar sem að það stöðvar allt healing sem kemur frá Transcendence. Það er greiðlega gott nate hjá Fenrir. Gjörsamlega. En þegar hafa 1 fight í viðbót. Kayui færir sig yfir á Furu. Það lítur ekki alveg nógu vel út fyrir hreðjar, en þau eru nú samt að ná að halda sér inn í þessu. Bölvun eru komið með 3 picks og hreðjar eru komið með 2. Það er samt svo stutt í spawn hjá hreðjum, þannig þeir ættu alveg að ná að krassa sig út þessu stöðu sem þeir eru komnir í. Og gera það. Þeir til þess að bakka hjá Bölvun. Sjá menna Einar komin yfir á Vitnamengur og tekur út Kaiu. Bara leið. Spöldbekkur einir essir nærði ekki. Sindri hendir í Blade. En skýpar af Fenrir. Hreðjar fella og Bölvun nær 3 punkt með 2 mínútur og 12 sekúndur eftir að tíma. Score 0-3. Switching sides. Initiating match. Þá er það hreðjar sem þurfa að gera árás á Bölvun og reyna að ná alla leið út á 3 punkt. Annars vinnur Bölvun Kingsrjó. En hreðjar eru samt sem áður búin að vera að standa sig mjög vel og náðu alveg þó nokkrum teamfights þarna. Það var samt sem mjög vel. Og þeir eru búin að bæta sig alveg heilan helling. Það eru mikla bætingar hjá hreðum. Heldur betur. En það má ekki búast við neinu öðru frá liðinu sem að vinnur neðri deildina ef þeir ætla að halda sér upp í efri deild. En ef við förum yfir kompinn og byrjum á hreðjum, þá er Darmander á Reinhardt, Partus á Winston, Sindri er á Genji, Kayui á Junkrat, Signature á Lucio og Spiderpig á Mercy. Partus færir sig yfir á Sarjuna. Og yfir í Bölvun þá erum við Mr. Gaur á Reinhardt, Kelly á Sarjum, Krembögg á McCree, Rani á Widowmaker, Fenrir á Önu og Fusion á Lucio. Núna ætlar Einar, eða Rani, að púla út Widowna og sjá hvort hann klikki ekki á nokkra hausa.
Þetta er eiginlega svona trompspili hjá Bölvun er Rani á Widowmaker. Þannig við skulum sjá hversu vel þeir nýta það. Með hana fínt rotation frá hreðjum er að taka hérna high ground og eru algjörlega að loka á það að Bölvun hafi eitthvað chance á því. En Fenrir nær Sindra. Kannski svolítið oversendaði hana inn í Bölvun og er refsa fyrir það. Hann sá náttúrulega Rani þarna að henda sér niður og hann var frekar low þannig að hann var að leitast eftir killinu. Krembakka og Rani stöðva bara algjörlega á Sindra að komast aftur til liðsins. Og hreður gerð allu á pointið. Darmandir fellur fyrir Mr. Gaur en það var mjög flott neitið sem kom frá Fenrir sem að enablaði þetta kill. Hreður náður nú samt alveg 2 pikkum þarna, eða 3. Náðu 2 já, á Bölvun, þannig að það er fínt fyrir hreðjar. Og það er svo langt í spóni hjá Bölvun. Nú er bara að spyrja hvort séu nógu fljótur að koma sér aftur inn á punkt. En þeir koma tilbaka með Lucio speedboostinu. En Rani er í bakinn á þeim, ætla hann ná í einhverjum picks. Sindri fellur fyrir Fenri. Bæði liðin eru bara að brála að safna últjum. Sjáum hérna Hammer frá Mr. Gaur, nær 2, Partus og Darmandir falla báðir. Og hreðjar neyðast þess að follow back aftur inn í spawn og reyna að endursetja sig pínu, samstilla sig kannski. Krembakka með 2K, mjög flott spilað hjá Krembakku. En þeir nota ressið á Kaiui. Og það kemur upp pása. Spurning hvort sé einhverju tæknilega örðuleikar eða einhvers leikmaður kannski að diskonnecta. Já, Sindri dettur út og getur verið eitthvað netvandamáli eða eitthvað álíka. Þannig við pásum bara í smá stund og við getum kannski rætt aðeins en að spila hjá Bölvun þar sem þeir að halda mjög vel og eru með mjög góð off-angles hjá Rani og er að alltaf þegar hreðjar eru að reyna að komast inn á punkt þá eru þeir með Rani í bakinu og skjóta þá og þetta er rosalega mikill skaði sem er að koma frá honum. Algjörlega. Og ef það er ekki Rani þá er það Krembakka. Við höfum búin að sjá mörg flott kills frá Krembakku. Skemmtileg angul sem að báðir DPS-arar eru að taka þarna. En óheppileg tímasetning fyrir pásuna út af því að Krembakka er í miðju Deadeye. Já. Það sló út hjá held sig Hafnarfjörður. Sló út ramalið, þannig að það er ekki víst að Sindri komi strax aftur. En þá er spurningin hvað reglugerðin segir svona í miðjum leik. Sjáum hérna, Dialon er söppaður inn, sýnist mér. Kominn aftur í spilið og Þeir við erum þurfa bara að að fara að byrja. taka 5v6. Sýnist mér. Já, kemur hann inn á DPS-in? Jú, Dialon kemur inn á DPS. Krembakka Kæru tekur hvernig bæði. fyrir deadeye-inu. Lengsta deadeye sem ég sé, þetta voru held ég alveg gott 2 mínúna deadeye. Spurning hvort sé heimsmet hjá Krembakku. En Bölvun eru fljótir að nýta sér þetta disconnect hjá hreðjum og rusha inni á. En Delion er á sombrunni. Hún er ábyggilega að fara að reyna að eltast við annarkvort Rani eða ná niður skildinum hjá Mr. Gaur. Rani tekur út Dialon. henni. Hrikalega stórt shatter hjá Darmandurinn er tekin út stuttu eftir það. Og hreðjar ná því miður ekki að nýta sér þetta shatter.
Nanoði kemur út frá Fenri yfir á Mr. Gaur og þeir ná að ýta hreðjum aftur í spawn. Óheppilegt sjattir þarna hjá hreðjum. Mjög stórt en af því að Darmandir fellur svona snemma þá náðir ekki að gera neitt við það. Ég held að þau hafi bara ekki verið almennilega tilbúin, voru ekki alveg nógu nálægt til þess að geta klárað þessi kills sem þú voru með hann upp á færibretti. En við sjáum hérna graf frá sikkurum liðum. Fengur tær frá Kæju en hann nær engum. Og Krempak er ríkala stórt deadeye. Og Bölvin tekur og hreinsar út hreðjar enn og aftur. Team kill. Mjög vel spilað hjá Bölvin. Þar maður komin aftur yfir á botn til þess að reyna að snerta, nærði ekki, Signature er heldur ekki að snerta og Bölvin tekur map nr. 2, það er þá 2-0 fyrir Bölvin. Við erum spilað hjá báðum liðum. Algjörlega óheppilegt disconnect þarna hjá Play of the game. hver disconnectaði? Allavega Það var Sindri sem disconnectaði. Sindri disconnectaði. Mikið rétt. Óheppilegt disconnect hjá Sindra því liði hreðjum. En spurning hvort að þau ætla að breyta eitthvað upp stillingunni hjá sér í hreðjum. Já, spurning hvort að Sindri sé komin tilbaka, hann sé komið aftur rafmagn. Sjáum hvað þau hafa að segja hjá hreðjum. Það verður þá mætt aftur í lobbyið. En það lítur út fyrir það að Sindri sé ekki kominn aftur. En Signature, hann skiptir yfir af support yfir á DPS í staðinn fyrir þá Sindra sem að disconnectaði. DLone komin á support. Ég held hún sé nefnilega sko main support en ekki DPS player, þannig að þetta var frekar óheppilegt fyrir hreðjar. Hún spilar bara Ana, þannig að mjög óheppilegt DC hjá hreðjum. En já, það er spurning hvaða map hreðjar ætla að velja á móti Bölvun. Spyr hérna París, en það er ekki í map-púlunu. Ætlaðum við fá mig ekki bara Horizon, Lunar, kannski? Hver veit? En mér finnst frekar líklegt að þeir munið taka Volskaya. En hreðjar velja þar sem að þeir töpuðu mappinu og Bölvun velja hvort það er byrja á árásinni eða vörslu. Já, nýja seasonið, season nummer 27, nýbyrjað, þannig að vonandi fólk er að grænda ná út ranki sín og koma sér upp í nýjar hæðir, ná einhverjum markmiðum. Endilega setja fyrir sér markmið og ná þeim síðan. Hvað eru markmiðin hjá þér, Hreiðar? Markmiðin hjá mér eru að komast upp í 2800. Já. Og ná solid 300 SR. Það eru mín markmið. En hjá þér, Steini? Ég veit það ekki, ég hefst bara að halda mér í Diamond held ég. Það eru góð markmið. Ég er náttúrulega retired legend sko, legend spilari. Og mun líklegast bara halda mér í Diamond. Kannski reyna að sleikja við Master en það er svona ólíklegt. Það er bara ekki gefast upp, það er eina sem hægt er að segja. En við sjáum hérna, já, setja sem markmið. Alls ekki of stór, bara alveg eins og Hreiðar var að gera sér, bara 300 SR, það er miklu meira en nóg.
Henni sjáum hérna hreðjar velja Volskaya Industry. Tókum það líka í gær. Og bölvun velja að byrja á árásinni. Skulum sjá hérna hvort að liðin séu til. Og við byrjum map nummer 3. 2-0 fyrir bölvun. Annarkvort mun þetta gefa hreðjum 1 stig til munana eða bölvun klára leikinn. Það er annarkvort eða. Þetta verður gífurlega mikilvægt map fyrir hræðjar. Initiating match. Þetta verður áhugavert. To say the least. En já, og það eru hreðjar sem ákvað að byrja í defend þar sem að bölvun valdi attack. Bölvun er svona attack sinnað lið, sýnist mér, og vil byrja og sjá hversu mikið þeir þurfa að defenda. Að mínum mati finnst mér yfirleitt þægilegast að byrja á defensinu til þess að geta séð hversu langt maður þarf akkurat að gera árás. Já. En ef við lítum á rosterinn og byrjum í liði hreðja, og þá er Darmander á Reinhardt, Pardus á Sarju, Signature er á Ashe, Kaiui á Föru, Derleon á Önu og Spider-Pig á Mercy. Og yfir í bölvun þá fáum við Mr. Gaur á Winston, Kelly á Dífu, Krembaka á Tracer, Rani á Fara, áhugavert, Fenrir á Önu og Keyboard með Mercy. Og það er önnur pása, spurning hvort ykkur fleiri sé að detta út. Mér sýnist Signature að vera fastur inn í liftaranum. Já, Signature er fastur inn í liftaranum á defend, first point. Þá þurfum við að restarta mappinu, sýnist mér. Það er nú samt ekki eins og þegar ég var að lýsa þarna í season 1, þegar ég og Lili varum að lýsa og við vorum að kasta King's Row á milli tveggja liða. Og ég var að setja upp lobbyið og ég setti var 2 eða 3 í röð quick play settings. Þannig við þurftum að restarta þó nokkur sinnum. Það var akkurat leikur sem að hreðjar voru að spila. Já, var það ekki? Það voru hreðjar gegn Mystery. En já, þannig að þetta er allt í góðu. Mistökin gerast, fuck up gerast. Ready for battle. En þetta hef ég aldrei séð gerast áður, að festast inn í liftaranum. Mjög áhugaverð staðsetning fyrir lið, fyrir Signature að festast það í. Skiptir ekki, Kaiu skiptir yfir að Föru, hann var ekki að Föru áðan að núið. Hann skipti yfir að Föru á síðasta punktinum á King's Row, en svo var hann á Junkrattinum á attack. Þannig að við erum búin að sjá smá af Förun hans Kaiui, en núna ættum við að sjá það sem hann í honum býr á þessari hetju. Hérna, bölvun eru mjög fljótir út. Ætla greinlega bara að vera fljótir inn. En Mr. Gaur er á Winston, Kelly á Dífu, Krembaka á Tracer, Rani á Föru og hann er slípaður af Derleon. Tekur út Einar, vinnur faradúlið, vinnur dogfight. Og Keyboard á Mercy. En þetta pick á Einar virðist gera lítið þar sem að bölvun taka punktinn samt sem áður. Frekar léttilega líka. Og eftir það að fá cirka 5 mínútur til þess að taka á seinni punkt. Já, mér sýndist Fenrir ná að slípa Derleon og þeir leifðu hennar bara að sofa meðan þeir tóku fightinn. Þannig að þeir voru bara með Mercy heals. Það er rosalega smart og þá þurfum við ekkert að díla við þann leikmann í rauninni, hann er bara out. Það er mjög vel úthugsað plan að leyfa honum að sofa í 3 sekundur meðan þeir spila dive. Sem hann að bölvun eru fljótir inn og er að brála. Pardus dettur út á mappinu, er nokkar af.
Kelly tekur með 2 Darmandur og Kaiju. Krempaka með killið á Signature og Kelly heldur áfram að safna inn stigum fyrir Bölvun. Þetta nú bara nokkuð fljótlega gert hjá Bölvun og að koma með 2,5 tick. Darmandur reynir að koma sér inn og halda sér lífi en helst ekki lífi lengi. Sjáum við að Signature skiptir Mei til þess að reyna að stóla aðeins lengur. Kemur Brass frá Rani sem nær 2 og stöðvar það hreðjar áður en þeir komast á punkt. Bölvun nær seinni punkt og með 5 mínútur og 11 sekundur til þess að taka til auka, bara til vara. Það með 5 mínútur og 11 sekundur til vara. Það rosalega langur tími. Það rauninni bara bara auka 1 round heilt. En þetta disconnect hjá Syndra mjög óheflegt þar sem að þeir eru með 3 supportmina inni eins og í liði hreðjar. Það er spurning hvað þau gera. Verður þetta full hold hjá Bölvun eða munur hreðjarna að brjóta niður vörnina hjá þeim? Ready for battle. Það verður áhugavert að skoða það. En ef við skoðum kompin hjá liðunum að þá í liði Bölvunar Mr. Gaur á Winston, Kelly á Sarju, Krempaka á Echo, Rani á Doomfist, Fenrir á Önu og Kivibird á Mercy. Og yfir í hreðjum þá hefur Darmandur og Reinhardt, Partis á Sarju, Signature á Symmetra, Kaiju á Pharah, Djellon ekki búinn að pick og Spider-Pick á Mercy. Það verður gaman að sjá hvort að þeir séu með einhver skemmtileg simstrats í gangi. Já, Djellon tekur Moira. Hún virðist ætla að fara main og teleporta kannski bara inn á point bakvið. Sjáum við að Mr. Gaur að fela sig ofan á húsinu bakvið hreðjar. Og Einar líka. Flott truflun sem kom að inn frá Mr. Gaur og Rani. Ná nokkrum teleportum en það skilur sér ekki miklu árangur þar sem við skiptast upp. Og falla 2 hjá hreðjum. Sjáum við að Doomfist parkour hjá Einari. Slip and slide inn en að bakvið all liði. Rani þeir finna Rani á bakvið all liðið. Spurning hvað Kivibird var að gera og hoppaði hann á þakki bakvið og flög síðan bara tilbaka. Var kannski ekki með rest. Hann hefur verið að leita að restinu en svo séð að það hafi verið að kampa líkið hans Rani. Hreðjar þurfa þá að taka sér svolítið taks, hífa upp þessum buxuna svolítið. Bölvun komnir með 4 ultimates á meðan að 3 ultimates og Krempaka alveg verið að koma með sitt. Nota hennar nano á kremköku, Kaiju tekur út Kelly. Það kemur út Koffjar Sarju eftir að kannski reyna að ná 2-3 gröfum. Hann kemur fyrsta. Það ná öðru? Nei, það er ekki koppið í búið. Hreðjar nú samt hægt og rólega að ná að taka út Bölvun hérna og ná kannski fyrsta punktnum. Þurfa samt að drífa sig inn og alltaf að byrja að kappa áður en restina Bölvun kemur tilbaka. Það eru 3 meðlimir Bölvunar eftir á punkti. Sjáum við að hænun hjá Signature sem fljótt lokað af krempöku. Flott stál hjá þessum 3 meðlimum Bölvunar því að núna kemur restinn inn aftur. Sjáum við að graf með Partus. En Derleon nota líka Coalescence. Og það var bara Krempaka og Rani. Nær Kaiju og Signature, hann fellur stutt þetta og hreðjar virðast ná fyrsta punkt.
Það tók við smá tíma og þetta var svolítið mikill rúst í banni hjá þeim en þetta tókst á endanum. Þetta var mjög flott stól á hálfu bölvunar. Objective lost. Þeir hafa það 4 mínútur til þess að ná punkti nr. 2. Já, sjáum hérna að Darmandur fara einn upp á high ground. En Rani er Rani- komin á Widowmakerinn og nær Spider-Pig leið. Þeir byggust greinilega ekki við þessu pikki á hjá Rani yfir á Widowið. Það er rosa hættulegt fyrir þau að reyna að fara inn núna án þess að vera með alla liðsmenni sína. Fengu samt Nano og Graf frá Bölvun sem er fínt. Losnaði þessi ultís. En þarna stöðvar árás hræðjar bara leið. Bölvun eru með 2 ultimates á meðan að hræðjar eru með 1. Það verður áhugavert að sjá hvort að hræðjar muni reyna að nota svokallað dry fight til þess að beita út ultin hjá Bölvun. Sem hann einar komin í bakið á hræðjum. Þau eru alltaf niður og taka hann út. Það er spurning sem hvort þeir hefði átt að reyna að leyfa hann að vera og hlaupa inn í hitliði. Það er svo sem verið mjög hættulegt líka. En nú sjáum við að Bölvun íta bara áfram á meðan að Einar er kominn aftur tilbaka. Mr. Gaur fellir fyrir signature. Flott shatter hjá Darmander og hann chargear Fenrir. Krembaka kopjar með Kree, nærina einu pikki, með samt tekin út í miðju ulti. Risastórt shatter hjá Mr. Gaur en Kaiu svarar snögglega með Brass. Núna eru tím Bölvun komin í svokallað stall mode. En þeir virðast ætla að ná að stabilisa á punkti. Það eru aðeins 3 meðlimar hræðja eftir á punkti. Það er svona rosalega erfitt fyrir Darmandarinn að halda sér lífið með enga support og bara signature til þess að skjóta á Bölvun. Þannig að síðan tekin út stuttið eftir. Þessi stólleikur sem Bölvun eru búnir að spila eru svakalegir. En við sjáum að Fenrir skiptir yfir á Zenyatta. Og Mr. Gaur skiptir af dífunni aftur yfir á Reinhardt. 60 seconds. Sjáum hérna að þeir eru búin að koma sér saman og eru að pussa hægt og rólega inn. Ná næstu í Kelly out of position en Darmandur fellur fyrir Kelly. Sjáum hérna Graf ná Kremböku en Kivibird er ekki lengi að ressa. Og Bölvun nær 3 picks í viðbót. 30 seconds. Núna þurfa hræðjar að koma sér saman til þess að ná einu fight í viðbót. Við sjáum Rani reyna að koma í bakið á hræðjum. Og nær Djellon. Spurning hvort að Spider-Pig er með res en virðist ekki ætla og notar ultisnill til að hjálpa liðinu þínu ennþá meira. Þeir ná að snerta punkt í liði hræðjum. En það er enginn eftir til þess að snerta lengur. Og Bölvun tekur 3. mapp og það er það 3-0 fyrir Bölvun og þeir vinna þennan leik, þessa viðraug. Mjög vel spilað hjá Bölvun. Play of the game. Sjáum hérna að play the game hjá Kelly Hamstri. Tekur signature í miðju ulti. Hendir henni Mines á punkt. Nær Pardust líka. Bara mjög fínt play of the game. En já, þá er þá spurning hvort við fáum leikmenn í viðtöl. Fáum hérna einn úr hreðjum og einn
úr Bölvun. En já, miðað við samt að Hreðjar sé að koma upp úr neðri deild og er að keppa efri deildarlið, þá eru þeir að standa sig mjög vel og er alveg að vinna fights og ná punktum. Þetta var mjög flottur leikur hjá báðum liðum. Hreiðjar greinilega ennþá að reyna að finna sér svolítið í þessari hærri deild almenna bikarsins og Bölvun með þessa reynslu á þessum reyndari liðum. Þannig að Já, það er það sem ef við ætlum samt byrja að fá einhvern úr Hreðjum í viðtal, byrjum að fá einn úr tapliðinu. mér sýnist við vera að fá einstakling úr Bölvun fyrst. Sælir. Það var hann I am young Marco mættur, blessaður, velkominn. Sælir, takk fyrir það. Innilega til hamingju með sigurinn. Já, takk. Hvernig fannst ykkur þessi leikur á móti Hreiðjum? Þetta var geggjað stöf maður, mjög gaman. Þetta er sko, Já, hvað segir ég? ég ætlaði bara að segja líka bara miðað við að þeir séu að koma úr neðri deild, þá eru þeir alveg að standa sig alveg ágætlega. Þeir voru alveg að vinna þú veist alveg nokkra teamfights á hverju mappi og Já, við náttúrulega höfum rætt þetta svolítið núna bara fyrir leikinu og svona að þú veist, það skiptir ekki máli að þessu nýtt lið úr neðri deild að við tökum þetta nákvæmlega svo við myndum taka þetta á móti öðrum tökumst bara við hörku leikjum og sem sagt, við erum búin að náttúrulega skrimma við lið í neðri deild og svona og þetta er ekkert eitthvað alltaf bara endalaust win fyrir efri deildinni, sko. Þeir geta alveg komið óvart og sérstaklega í svona skipulegum leikjum, þannig að stóð sem mjög vel. algjörlega. Hvernig Er eitthvað sem kom þér svona virkilega á óvart í þessum leik gegn Hreiðjum? Sko, við náttúrulega vorum svona búin að undirbúa okkur ágætlega fyrir hennar leik og vissum svona svolítið hvað við ætlum að gera. En kom okkur náttúrulega að sjálfsögðu á óvart bara hversu góðir Hreiðjar voru bara með við að séu fyrirhundi neðri deildarlið. Ég meina, þú veist, ef þú horfir bara á individual leikmenn, þú veist, þá myndir maður kannski halda að leikurinn hefði farið á einn veg, en okkur fannst þetta alltaf að fara miklu meira í þeirra áttina líka, sko. Eins og þú segir, þeir unnu sína teamfights og þeir sýndu öllum á Kings Row að þetta er ekki lið sem á að vann þetta, sko. Ég held að þeir geta alveg gert góða hluti í næstu leikjum, sko. Já, algjörlega. Ekki? Hvern myndir þú tilnefna MVP í þínu eigin liði fyrir þessa leiki? Í mínu eigin liði, segir þau? Yes. Við náttúrulega sáum Kelly fá 2 skemmtileg play of the game. Já. Þannig að hann er sterkur contender og en annars er náttúrulega líka Mr. Gaur, nýr leikmaður hjá okkur. Hann náttúrulega stóð sig virkilega vel að með þetta sé fyrsti leikur og svona. Þannig að það væri eiginlega á milli þeirra, sko, en kannski af því að hann fekk 2 play of the game og svona, verður maður kannski að gefa Kelly það bara. Já, ætli það ekki. Það ekki. Þetta er skynsamlega kannski. En ég er alltaf ekki með fleiri spurningar frá mér. Er eitthvað sem þú vilt koma frá þér, Hreiðar? Nei, ég vil bara hrósa ykkur enn og aftur fyrir leikinn. Þið stóðu ykkur mjög vel og bara ekki nema að þú hafir eitthvað að segja, Marco? Nei, bara, þú veist, takk fyrir okkur. Þetta var bara mjög skemmtilegt. Þetta er alltaf gaman að keppa í mótinu og alltaf skemmtilega leikir saman móti hverju maður er. Við bara hlökkum til næstu leikja og vonum Hreiðjum bara allsins besta. Já. Þá bara þökkum við kærlega komuna í viðtal og gangi ykkur sem allra best í komandi leikjum. Já, takk fyrir það og geggja kast hjá okkur. Takk kærlega fyrir. Yes, heyrjumst. En já, þá ætlum við að fá hann Darmander í viðtal til okkar. Velkomin Darmander. Takk fyrir. Góða kvöldið. Góða kvöldi. Hvernig fannst ykkur leikurinn? Þetta var nú bara virkilega góður leikur, verður ég að segja. Já. Þrátt fyrir úrslitin. Já, ég meina, sko þrátt fyrir tap, þá stóðu ykkur alveg gríðarlega vel á móti þeim og Bölvun er alveg gríðarlega gott lið með rosalega góða hitskans. Já, takk fyrir það. Okkur fannst einmitt ganga mjög vel með við. Það reyndar svolítið svekkjandi þarna á Kings Row að það DC-aði Sindri. En hvað var svolítið það sem þið voru að hugsa eða svona tala þegar það gerist? Þetta var náttúrulega bara virkilega óöfilegt en við vorum náttúrulega sem betur verið með Dýrlón tilbúna þarna á hliðarlínunni
hún gæti komið inn til þess að bjarga okkur. Nú man ég ekki nákvæmlega hvað var í gangi þarna, en Já. En hvernig mórallinn í liðinu svona eftir síðasta mapp? við erum bara alveg þokkalega hress. Við erum stolt af okkar frammistöðu. Já. Mér fannst þetta bara virkilega fínt. Og við erum tilbúin í að bara draga lærdóm frá þessu eins og alltaf og koma bara sterkar inn í næsta leik. Klárlega. Út af því að maður tapar aldrei, maður lærir bara, er það ekki? Nákvæmlega. Það er bara svoleiðis, sko. Maður lærir eða maður lærir, það er alveg hvort eða. En já, ég er alltaf ekki með neina fleiri punktar frá mér. Er eitthvað sem þú vilt koma frá þér, Hreiðar? Já, hvern myndið þú tilnefna sem MVP fyrir tím Hreiðjar í þessum leik? Það er stórt spurt, sko. Ætlaði að verði ekki að vera hann Siggi okkar. Hann var góður í að shotgolla hérna og strategisa fyrir okkur. Já. Og var síðan sterkur inn á Lucianum. Algjörlega. En þá þökkum við kærlega fyrir okkur og megi ykkur ganga mjög vel í næst komandi leikjum. Takk fyrir það. En já, þá held ég sé ekki meira frá okkur. Við viljum bara minna á Community Night sem er byrjað. Það er inn á Overwatch Ísland Discord servernum. Ég skal bara henda í invite hérna inn í chatið fyrir alla sem vilja koma og svo eru selir á móti höfðingjum klukkan 10 í kvöld eftir hálftíma. Mæli með sem flestir komi að fylgjast með. Þetta verður haldið á þessari sömu rás. Já. En já, ég er Þorsteinn J. Thorlacius, a.k.a. Steinoris og með mér er Hreiðar Páll Ársælsson, einnig þekktur sem Hreirim, og við þökkum kærlega fyrir komuna og við sjáum ykkur ábyggilega á næsta streymi. Yes, heyrðu, takk fyrir okkur.